Ali 4-2 móti FH, hvernig fannst þér þetta? Já, þetta var örugglega bara skemmtilegur leikur að horfa á, sérstaklega í fyrri hálfleik því að þetta var endan á milli, þetta var svona, já, mikið af transition momentum skulum við segja, það var svona lítið tekið leikið niður og róa þetta og já, við kannski verðskulda að vinna þá, seinni hálfleikur var aðeins öðruvísi, já, og þegar fór að líða á þá voru þær kannski meira að reyna að komast meira inn í leikinn en við sigldum það út og unnum 4-2, já. Þrennu frá Erin, ánægilegt? Já, bara mjög svo, hún tiltölulega nýkomin til landsins og þetta svona aðeins það sem okkur hefur vantað á undirbúningstímabilinu að einhvern sem getur kannski sett endahnútinn á það sem við erum að gera og hún gerir það vissulega í dag og það lofandi byrjun og bara já, ánægilegt. Hvernig líður bara með liðið núna þegar 6 vikur í mót? Ég líður alltaf vel sko, ég bara ánægður sko, mér finnst hópurinn góður og við náttúrulega bara stefnum hátt og bara, já, það 6 vikur í mót og þetta var síðasti mótsleikurinn okkar, þannig að og auðvitað bara, þú veist, hellingsvinna framöndan hjá okkur en ég bjartsýnn og ánægður með liðið mitt. Hvernig bara standið á leikmönnum, eru allar heilar? Ég sé að Arnar Sif auðvitað ekki með, hvernig staðan á henni? Já, ekkert alveg þannig séð eitthvað sem við höfum ágjur af og jú, það eru leikmenn sem aðeins kannski ekki aðeins frá í þessum leik og bara alveg eins og ég fá á öllum liðum undirbúningstímabilinu, þannig að það bara eins og það en það mikilvægt fyrir okkur að við séum með fleiri en 11 og fleiri en 18 sem geta verið að challengea bæði byrjunlið og hóp og annað hjá okkur, þannig að það bara eins og það á þessu tíma. Leikmannahópurinn klár, ætlar að taka eitthvað inn? Það ekki planið sko. Og þetta bara, ég ánægður með þetta og þetta bara stefna sem við förum með inn í mót og ég ætla ekkert að vera með einhverjar yfirlýsingar. Þú getur sagt eitthvað lært svar að það geti eitthvað dottið inn á lokametrum eða whatever en við erum ekki að horfa í það, við erum ekkert að skoða það að spá inn. Þegar á þessu tímabili, auðvitað smá í Íslandsmóti, hvernig líst þér á þetta allt saman, bara undirbúningstímabili hjá þér, ykkur og svona deildin í heild? Já, bara ég nýr og fullt af hlutum sem ég þarf að læra og setja mig inn í og eins og ég sagði án, við vorum að klára hér Lengjubikar og það eru 6 vikur og 5 dagar í fyrsta leik hjá okkur sem einmitt á móti þá. Þannig að það er langt en þú veist, það búið að stígandi í því sem við erum að gera. Ég væri til í eiga kannski fleiri svona competitive keppnisleiki, skulum við segja, fyrir nær mótinu, en það þýðir ekkert að væli við því. Þú spurðir deildina og á þessum tímapunkti virðist að vera þannig að það séu allir að vinna alla og kannski erfitt að rýna í hlutina svoleiðis en það allavega sem já, eins og þetta lítur út núna þá lítur þetta út fyrir eins og ég segja að þetta verði spennandi mót ef allir er að vinna alla þá vonandi verður það bara þannig að við förum inn í svoleiðis mót og þetta verður bara þétt og spennandi og gaman og já, það bara up for grabs fyrir einhverju. Hvernig fílar þið Akureyri? Ég er mjög ánægður sko, já, auðvitað bara nýtt fyrir mig. Ég hefði rosalega gott að því að stíga út úr kannski einhverjum þægindaramma eða því sem ég hef alltaf verið að gera og koma hingað og það er bara auðvitað krefjandi að byrja að prófa eitthvað nýtt en ég er rosalega ánægður og bara mikil tilhlökkun í mér sko og svo bara annar að dæma hvort að sé eitthvað varið í mig. Takk fyrir það, Ali. Takk.